Hæ, stelpur. Takk fyrir að koma. Oh my god, ég bara svona, ég fekk líka svona leðninga, ég er með svona 5 fundi í dag, eða það sem ég þarf að fara, og svo þegar þú koma, mér líður þess að ég fari bara svona, ég sé að fara að slaka á í kósi, sem ég þurfti ekki í dag. Já, geggjað. Þetta á bara að vera þannig, þetta eiga bara að vera, við erum bara með teboð, við erum bara að setja og spjalla, sko. Mamma minn tringdi bara svona, já, bara hvað það að gera? Ég bara svona, ég er fyrir teboðið, hún bara eitthvað, en huggulegt, við samt lægt hvað það var. Og það væri bara svona, I know. Ég er bara bókstæð að fara að setja og spjalla. Ángríns. En það er líka bara, það geði við svona þungt, eitthvað úti finnst mér. Mér finnst líka bara, fólk sem ég er búin að mæti í dag eru allir bara svona frekar þungir á því, ég veit ekki. En það 3 gráðunar bara mættu. Já, þetta var bara hrikalegt. Ég er alltaf að tjekka ógst mikið í weather appi varandi, þegar ég fyrir út að labba með hundin, you know, og það var svona, ég fyrir þessu hólpu, svo bara frá okkur svona 9, 11, 13, 3 gráður, á yfir nótt, sko. Ég var að krókna í morgun, sko. Já, ég endur líka. Já. Ég fór að göngu úr. Já, þú ætla bara að viðra barnið. Já, það er rétt. Já, bara. Og við erum alltaf mömmur. So cute. Nei, ég finna bara svona, þegar þetta pompar svona, þá er eins að pompa eitthvað í manni líka. Ég er bara svona, ok, bara eitthvað svona, þurft svona peppa mig. Þú veist, vanlega er þess að bara með tónlist eða TikTok þegar ég er eitthvað vakna og dúlla mér. Ég sett að jógatónlist í morgun. Ég þurfti bara að senna mig. Sem er bæði hacks. Já. Senning. Ég prófiði að setja upp, það er sko á Spotify, svo geggjaðir jóga playlistar, skrifa bara jóga, eitthvað svona genre, og svo ferði í lista sem myndir hatha jóga, It Touches Your Soul. Ef þið er að senda ykkur einn daginn. Já. Og bara svona á mótnana þá, að gera það þá. Af því að vanlega er ég bara eitthvað svona jammin, skilur, en þegar ég fattaði þetta, þá bara svona, vá, ég fann bara svona, þú veist, þetta svo í takt þegar þetta vakna, þetta bara svona, þú svona blómstrar. Ég er nefnilega að segja alltaf með sleep music. Það? Já, alltaf. Og þá vakna ég líka við það, þannig ég held bara svona. Ok, það er pínu hacks. Ég nota stundum rain sounds. Já, kósi. Já, en núna er búið að vera svo mjög stormur sem ég ekki þurft það. Ég safna bara við bara, öskri í vindinum. Ég sem er white noise, þannig að það er bara allan daginn inn herbygginu mér. Það er svona út af emblu okkar, eða ekki? Jú, þegar hún séð betur með vætnast, þetta bara blokkar önnur hljóð. Þannig að ég setja að stað þegar hún fer að sofa kvöldin, svo bara fer ég inn herbyggi, þannig ég fer bara að sofa með þetta líka, svo vakna ég með þetta móðana, svo slekkja á þessi bara upp á morgunni og ég bara, vá, þögnin. Hún er með svona suð bara alla nóttina. Einmitt, það er ógeðslega fyndi, það var svo fyndi, ég var á Hótel Geysi og þau sem sagt hönnuðu hótelið þannig að það, þú veist, yfirleitt er einhver svona hljóð, eða svona hitaveitu hljóð bara. Þetta var hannað til þess að sé algjör þögn og það var að tala það að fólk bara svona fannst að skrýta hefur verið að fara inn í lobby bara hvað, something is wrong with the room, að það var bara þögnin. Þetta er aldrei þögn einhvern veginn í okkar svona aldrei nútíma, þú veist. Og það var þetta magnað, ég tók eftir þegar ég lagðist að kotta bara svona, wow. Það var eins og það var líka eitthvað svona hljóð, eins og svona svipað, þetta heitir svona svipað svona effekt eins og þegar við erum alltaf, þú veist, regljóð eða sleep music og svona, bara það var svo þögnin var úrslega hávær og það var ógeðslega heilandi. Já, ég eins og farið á það og það var bara eins og væringin á hótelinu. En samt var alltaf ekki. En maður fann einhvern veginn ekki fyrir því. Ekki baun. Og það var yndislegt. Vákar líka gaman að tala um þetta þegar maður er alltaf svona einn eitthvað að ég ætla að fara að heila mig og eitthvað svona, geta svona dúllast í þessu, en ángríns, nútíma samfélag. Love it. We just need the sun. Ángríns. Það er svo mikið sem við viljum sko ræðið, spyrja þeim, en áður að gera það ætla bara að minna á Laugaspa og hvað er mikilvægt að vera, einmitt, þó sem við talum vel sennaður sko andlega en líka líkamlega. Sko lemmagrasslyktin er senn. Já, ángríns. Ángríns. Og við höfum alltaf að tala um, þú veist, við höfum alltaf að tala um hún er svo smá svona sumarleg fyrir okkur, en svo kemur ember eins og núna. Emberlyktin núna er gegn. Sweet ember, smá haustið, sko. Mér finnst það að ég bara löðraði mig í lemmagrassinu. Já, ég elskar henni lemmagrassinu mikið. Það er svo sexy lykt, sko. Hún lyktar líka bara alveg eins og Laugarspa. Spæð lyktar. Þegar þú ferði niður í Laugar og ferði í spæð þar, það er bara lemmagrasslykt. I love it. I love it too. Taka bara að senna bara í Laugarspa, sko. Bara í spæðinu sjálfur. Það eru góð reikningarhljóð og svona. En finni ekki líka þegar maður kaupir svona vöru, á svona vörur, þá ég ákvað sérstaklega þegar ég bjó í Köpen, rest in peace, þá hannaði ég baðherbergið mitt bara
eins og það væri spa og það var engin gluggar þess að það var allt dögt og gerði dimmer og var alltaf með, þú veist, það var alltaf mikið með þarna stiksinn frá Laugarspa já, þá var einhvern veginn alltaf spa heima af mér þú veist, maður getur gert alls konar svona til þess að senda sig heima kaupa sér slopp og gera bara svona upplifin mér langar í dimmerinn á baðinu já, mér líka þetta er hacks að taka styrti í svona dimmu oh my god, það er best, setast á botnina huglega ok, nei sko hacks er huglega í styrsta því við gerum automatist en við fattum það ekki já, ég held að það er mitt að ég huglega eldri en ég held ég gera það í styrsta það er bara svona geðvitt in my thoughts eitthvað eða gleymi mér og er bara svona fólk fattar ekki, oft þegar maður er að skera gremmiti sitt, þegar maður er að gera þú veist súpu eða eitthvað og er í styrstu þá er maður automatist að huglega maður þarf bara svona 0,1 sekúndu til að setja sig í hugleistu stöðuna þegar maður heldur alltaf að það þurfi að vera eitthvað svona oh my god, já eitthvað svona, en það er rosalega gaman þegar maður fattar ég er svo bara lappað með hundin ég er að segja að það er mitt, sko, ég snert ekki síma minn á meðan, ég er bara ein með brús, hann alltaf talar ekki um mig þannig að ég er bara eitthvað að hugsa og þetta er svo ógeðslega peaceful og bara rútínum minn er bara minnstakosti kílómetr með brús á mótnana, þetta er svo frelsandi ég bý í Kópavoginum það er bara, þetta er svo cozy ég hef sagt það svo oft, ég hefði aldrei komist í gegnum skilnaði minn ef ég hefði ekki hundin hann, þú veist, náði mig að ég var alveg svona bara svona severely depressed eftir þetta og ég þurfti alltaf að fara á mótnana alltaf að fara seinnipartinn og alltaf á kvöldin og það var bara, þetta er svo heilandi og maður gerir sér ekki grein fyrir því en bara, þú veist, að því að ef ég hefði ekki hann ef ég þekki mér rétt, ég hefði vaknað klukkan, þú veist 11-12 og leiði upp í rúmi til 3 og grenjað og verið bara eitthvað svona ógeðslega og verið bara svona ógeðslega eitthvað svona ekki í takt en að vaknaði brosandi hund og þurfa að fara út að fara fyrst loft og geta að fara í öskilíðina og fengið þú súrefni og svona þetta var svo heilandi þess að það er líka bara svona góð áminning fyrir bara svona alla, númer 1 fá okkur hund, númer 2 þú veist, takið eftir þegar þið eruð á einhvern staði, einhver stund sem er bara svona, wow byggja Lego með barninu ykkar það er bara peaceful, ég var að byggja Lego í gær ég og kærasti mér voru bara búið til svona Big Ben Lego þetta var svo nice ég mæli ógeðslega mikið fyrir að gera allt sem þú ert að tala um já, ég sverða, þetta er bara þegar stelpunar, ég kaupi systurdætinu mínar, ég kaupi Lego og byggja eftir þér og núna er uppáldmyndi, ég á sérst skarkabelínu og það er oft sem að það er bara svona eitthvað dandalegast merkja og veist, adjusta og eitthvað svona dúlleri þetta er bara mest heilandi í heimi að sitja og vera að gera eitthvað keðjur þetta er svo mikið, þetta er svona svo að vera að púsla skilju, maður er bara, þetta er svo holdt fyrir heilan, getur ég undan mér maður er bara eitthvað, vá, bara ég er svo heilsteyft ég er að búið til Lego ég er að setja saman, ég er ekki í símanum maður er bara kannski að spjalla við eitthvað þetta er svo cozy ég held bara öll svona trygg sem við þurfum ekki eitthvað svona, að því að þú veist, mér finnst mjög erfitt, ég ger þetta styrstu hugleiði, að því ég verða að vera í styrtunni, skilur en ef ég sest að púða, þá veit ég að nóla þarna þá er eitthvað hljóð og ég er bara eitthvað shalom, virkar ekki, fuck it eitthvað svona, þú veist, það er svona geta nýtt þessi svona everyday dæmi til þess að losa sig við streitu þú veist, eins og sumir ég oft tala um að sko, þú veist, eins og fólk sem að ég þarf að fara æfingu ég fer að bruna æfingu og þá fattum maður, ég er að fara á æfingu streitukerfinu mínu í staðin fyrir að geta verið þú veist, vá, þetta er fyrir mig þú veist, maður þarf svona að gera greinamun á því, er ég að æfa í streitukerfinu, því ég þarf að ná því svo þarf ég að fara þangað og eitthvað svona eða þú veist, ert að fara þú veist, laus frjálsæfingu, af því það er svo heilandi þetta er gjörólíkt 100% ég man að Dæni sýsti var alltaf þannig og maður bara, þú veist, alveg svona oft er ég þarf bara að fá æfingu til þess að slaka á og þá var hann að slaka á og eitthvað svona þegar hún fattaði bara svona, vá, ég held ég sé ekki gera það þú veist, á réttu forstum þetta er alltaf magnað erum við ekki að tala um eitthvað svona, eitthvað svona bara heilandi krúttur jú, við erum bara að tala um allt sem við langar að tala um sko. en langaði þess að spyrja, hvenær byrjaði bara svona þinn opinberi svona hvað sem var, bara þú veist, vettvangur ferill, þannig að maður er búin að fylgjast með ekki alltaf lengi, en ég veit ekki hvað þetta byrjaði. Ég veit það ekki heldur, ég reyna það er svona fyndið sem er ógeðslega, þetta hljómar ógeðslega hallærslega, ég veit það, ég er svona meðvitaður um það, en það er svona, og þið þekktu kannski líka, það er Helgi Snær, litla nördakrúti frá Seyðisfirði, sem er bara í rauninni ótrúlega, bara pínu lúði, skilur við, bara svona
enda eitthvað svona horf Pokémon á Netflix og ég er bara svona krútt, skilur ég er bara svona, ég finn á mig þegar ég vænt þennan hlúða og svo einhvern veginn svolítið þetta hittnafnið þú veist, Helgi Ómar sem ég rosalega einhvern veginn stoltur af að því að þú veist, ég byrjaði það ungur, ég var bara kaffibarnum 17 ára skilur bara eitthvað, ég vil taka myndir bara eitthvað að reyna flýt frá Seyðisfirði og byrja bara að networka eins og Bavíani þegar ég er bara 17, bara eitthvað svona oh my god, eitthvað svona hér ég er svo stoltur af honum og það held ég bara, ég held að Helgi Ómars það spreiðast held ég bara þegar ég var alltaf niður í bæstelpur og nú fyrir aldrei niður í bæ skilur ég var bara ég held að þetta rosalega krúttlegt að því ég gef honum óslega mikið hól og mér þykir rosalega vænt þennan þessa, þú veist, this version of me þú veist, þá og svo núna ég bara humble pie, sko en ég held bara, ég er bara svona þú veist, ég er tvíburi, ég vil bara gera allt á sama tíma ok, tengi við það ég get ekki, þú veist, ég dá þess að fólki sem vill bara vera eitthvað eitt bara svona, vá, þetta er sálfræðingur, vá, en yndislegt og vera pínu abbó ég þarf að eiga skarkablínu og podcast og vera með Instagram og eiga markaskristu og vera þetta og fara að ferðast og gera þetta, vera bara í öllu og það drýfum mig gett áfram og svo, þú veist, krasa ég einmitt, vá það er svona, maður er bara svona puttin í tengi líka þetta, sko ert þú með týpur í þér, eða? Ég ætla að komst að nýlega að ég var með týpur í mér Ertu rísandi týpur? Ég er rísandi týpur Nei, og ljón og sportreiki, sko þetta er rosalega blanda, sko það er geggjum blanda þetta er svakalegt, sko og vá, þú ert á loft eldur og Earth wow það er geðveikt manstu ekki þig? Það er svo gott að ég getur svona þetta er ljónið mér þetta er týpurum minn ég var aldrei pælt í nefnilega týpurunum mínum, aldrei hann er svo skrættur og núna þú veist, þegar ég er að fylgjast með þér þá er svona, ok, hann týpur ég svona, hvað er ég sem er að tengja þarna og núna þú segir þetta, ég er bara svona, þetta er ég er í öllu alltaf ég verð líka alltaf fált strax ég get ekki bara það er nefnilega svo örvand fyrir okkur er þú líka svona týpur sem svona þetta er ekki alveg til í minni stærri, kaupa bara þetta þá í staðinn eitthvað svona ég vil þetta núna ég ætla ekki að byggja eftir sofa í 10 vikur ég ætla bara að kaupa hinn sem langar eiginlega ekki en get þingast það er 100% það er svo gaman að spá í þessu allir sem er að hlusta downloadaði Coastar appinu Kristín var að tala um ég held með þess að ég hef komið inn í þetta og Eva sem er svona minn gúrú og er skrítið með langjóksli í þetta Fáður er það? Já Fáður, þetta er til þess að borða og ég þarf bara skraut Nei, gekk og líkta þessu Fáður er það líka bara fresh? Já, vorum að sækja þetta hættu, og ég ætla að býja smá ég þarf að detoxa við erum að tala um Subway kökurnar sem eru á kökudiskum okkar bestu kökurnar sorry, þetta er Smarties Smarties? ég er búin að hérna bara sko, þú veist, Subway koma eilstæði, þú veist, 2007 eitthvað ég fá bara kæft kökurnar mentaskólinn er bara hvað, þetta post 10 kökur maður getur ekki 10 kökur fyrir eitthvað 12 ekki 12, og ég var bara þessu, var bara með þetta þú veist þetta er svo gott, sko líka bara þar að koma jólbráður maður getur bara meira kökur og ok, ég fæ mér eftir smá ég elska þess að segja að það koma jólbráður finnst þið ekki gott te? ég ætla að byrja í október, sko ég byrja þannig í ég líka ég sá það á Instagram ég byrja að hluta jólalag ég var að gera bót þarna hjá þér herðu, vitið þið samt hvað ég var sjokki að Íslendingarnir, bestu okkar voru bara 55% að byrja jólin strax en við þurfum þetta, við þurfum seriurnar og eitthvað svona dæmi einmitt, af því það er svo vont við erum allan tíma núna framöndan það er svona, ég og mjög vandað að segja að ég og Palli vinur minn hefur gert það vana að fara eitthvað á Vestlunarhelgi og leiðinu hlustu á jól nei, á Vestlunarhelgi? ok, þú veist mér að segja það sem ég þetta er heila, sko, en svo þú veist tökum við afturpásu og svo svona já, ég tek alveg pásur, sko, ég kannski fer í svona jólaskapið og svo svona aftur kannski eftir 2-3 vikur já, og svo er svona lög svo löngu liðin í dagar með Jóhannugörunu sem að er þannig sé svona þetta sleppur, þetta er bara flott lag hún segir jól bara 3 eða eitthvað þess að ég nota alltaf þannig afsakana líka til þess að það er geðveikt og eitthvað svona Hallelujah með John Legend og Carrie Underwood nú er ég bara öll þessu lög ég var að byrja en ertu Mariah Carey bara cue the music ertu Mariah Carey maður? nei, ég er svona ég hef alltaf sagt ég er mjög lillur hommi en
en ég elska, þú veist, Celine is my queen og Whitney is my queen og ég svona þær tvær eru bara svona ég fara tónleika með þeim og grenjaði og bara oh my god en líka bara, þú veist, í tónlistin í dag og ég er no shade ég er svona, ég væp ekki við þetta ég er ekki nógu mikill svona þú vilt bara svona the soul ég er soul og það er bara ógstlega mikið drama ógstlega miklar falsettur og flettur og eitthvað svona ég er bara Celine og Whitney núna sko. Já, þú er bara svona old soul kannski old soul fíla ekki þetta nýja ég er nefnilega aðlast öllu svona nýju skilju tónlistarlega séð hvað mótil er þú? 96 og þú líka? Já, við erum samt millennials en það sem er ógstlega gott við erum hérna on the bridge, skilja að vera Gen Z og millennials 97 Gen Z það ekki en það er nefnilega, það er annarkvort 98 eða 96 það fyrir eftir hvar þú lesta ég miði alltaf bróður minn, hann er hérna 96 hann er rosalegur millennial sko. Við fengum, þú veist, Nokia símana við fengum alveg að sjá svona þú veist, ég vil meina allt er svona, já, einmitt 2000 tískurnar legglífar þú veist, allt legglífar, oh my god, ég átti legglífar það er rétt nei, svo var maður í svona krott, svona kvartbuxum með legglífar oh my god, bara eins mikið og alltaf að koma tilbaka bara, please don't sko. Ég vil líka sko full on gothari sko full, þú veist, púður eyeliner já, ég líka reyndast og alveg slétt hár þannig að þú gast bara skorið á því skilji varst þú með svona? Já, hliðatoppurinn, allan daginn honey, já oh my god, áttu myndir já, fullt getur þú sýnt eftir? Já, sýna það eftir ég var bara með sko eyeliner bara full on hérna og ég vil líka með svona ketta í allt sko og alltaf að spreita hárlit í toppnum ó nei, vá, ég þarf þess að myndir sko já, bara við getum postaðin bara postaði á grammið þegar þetta kemur út já, gerum það please varst þú gothari eða? Nei, ég tók aldrei gothara sko þú var svona skinka með aflitahár já, ég var meira þar sko mjög snemma ég var bara frá því að ég gat talað þá var bara Britney Spears bara my idol skilur og ég bara ég var í 3. bekk þegar ég málaði herbergi mitt lilla blátt því það var uppáhaldsliturinn hennar ég átti alla geisladiskana svo átti ég líka alla geisladiskana sem voru viðtöl við hana þannig að stundum var ég bara 8 ára inn í herbergi kveikt á geislaspilarunum mínum og var bara að hlusta okkar viðtala ensku skildi náttúrulega ekki orð en ég bara vildi heyra röddin hennar þannig að ég var alltaf svona aðeins meira stelpu megin svona en við til dæmis fengum geisladiska þú veist, það er alveg krakkar í dag sem eru bara hvað er talum? Líka eru krakkar í dag, við spyrir krakkar í dag hvernig tekur mynd? Við gerum svona eins og sem myndal, þau gerum svona eins og sem iPhone það er líkalegt þetta er ágæðslega fyndið en svo líka, veist, ég er hann 30 það er alveg skellur okkur þetta er bara svo hátala nei, þetta er ægist tala en ég lofaði mér ég ætla að skilja fyrir 30 það var bara svona gólið mitt ef ég kemst út og er, þú veist að vaksa fyrir 30 það var bara svona my ultimate goal og mér tókst það ég skildi 29 ára og núna 30 og svona grateful og svona cute varstu þú búin að vita lengi að þið langaði að skilja? eða svona ég sko, þetta er rosalega skrítið þetta er ógeðslega skrítið því að þú veist fólk spyr mig ógeðslega oft bara svona af hverju varst svona lengi í þessu og ég reyni alltaf að útskýra þetta fyrir þeim, þú veist, ást er ást þú elskar eitthvað þú veist, ég reyna líka þetta við að þjátt barn, segjum þú átt barn þú ert alltaf barn segjum bara barnið verður óþolandi, við erum að tala um bara hell, bara devil child þú munt alltaf elska það og þú munt aldrei og tilöksunin að þú munt gefast upp á því er hræðileg hún er eiginlega bara svona, þú veist hún er bara ekki til staðar af því þetta er manneskja sem að relies on you og þú vilt gera þitt besta til þess að þú veist elska það þannig að þau finnir bara von og ást og eitthvað og ég reynir svolítið að útskýra það þannig þetta er góð útskýring þetta með þér það að því að fólk eru bara svona guð, akkur hættur ekki bara meðan já, eins og sé ekki að auðveld skilur en þú, þegar þú elskar hart þá vonar alltaf eftir þessum potential og svona ég er oh my god, sorry, má ég rópa? Já. Nei, það er rosalega svona, þú veist, að gefast upp á mannesku, ég tók heldur bara 2 mánuði sem að bara svona, að fara í gegnum svona, og við erum svolítið að vitna í bloggið það ekki? Jú, hann sérst, já, Helgi sérst gaf út, þú ert svona alltaf á
Trendnet, bloggari þar. Ég er OG mér þess að, hei! Og hann skrifaði nýlega grein sem hétt bara andlegt ofbeldi. Þar sem hún fórst bara svona yfir í rauninni tilfinningarnar. Þú veist ekki það er bara tilfinningarnar sem þú ert búin að vera gangi í gegnum eftir að þú hættir í 8 ára sambandi, eða ekki? Jú, 8 ár. Sturlaði tími. Og trúlóðir og íbúð, hundur og allt svona skilju. Og ég reyndi að gera það þannig að þú veist, það er ekki mitt intention að sverta hann endla. Það tengist ég ekki. Það helst náttúrulega hendra, þú veist, ég má heldur ekki sitja í þögninni, af því að það nærist ofbeldi. Og þetta var svona, og ábyrgðin að geta hjálpað öðrum. Það gefur mig tilgang. Þú veist, það gerir þetta þess virði. Og ef við fyrir baka það sem ég var að segja, sem ég man ekki hvað var. Jú, það er þetta svona, sem og þarna vilja fólk sem að kannski upplifir ofbeldi, eða hvað sem það er, að þau líði eins og þau séu heyrð. Af því að þar fylgir svo skömm. Þú veist, ef ég gefst upp á honum, ef ég er að fara bara frá honum eða allt þetta, og líka það sem ég ætla að segja áðan var oh my god, það dotti úr mér. Hvað er þetta? Já, nei, ég var náttúrulega að spyrja bara hvort þú hefur vitað lengi. Já, einmitt, já. Þú veist, þú finnur þetta. Og þetta er það sem til dæmis allir sálfræðingar sem ég færi til kjölfarið, að því að eins og bara narsissistar, þeir geta alveg sannfært sálfræðing að ég sé vandamálið sem er svo styrlað. Þú veist, ef hann færi til sálfræðings, tala mig, þú veist, hann getur alveg sannfært sálfræðingin. Þetta er algjörir, þetta er náttúrulega bara rosalegt eðli sem að svona ofbeldismenn hafa. En þess vegna er þetta bara innsæð. Bara við þurfum að kynnast innsæðin okkar. Og eins og við segjum átt svona gut feelings of guardian angels. Þú veist, þess vegna ég man eftir í 2015 svona fyrsta skipti sem ég vissi að ég þyrfti að komast út. Vá, svona síðan. Já, það var missi vinkunum mína. Hún lendir í bílsleysi og deyr skyndilega. Og á þessum tíma voru við búin að saman í 12, 13, 14, 15, 4 ár. Og ég var búin að vera í bara harki að í rauninni bjargunum. Hann var að koma til skápnum og ég vissi að ég þurfti bara að investa mig alla nýjan til þess að hann geti orðið sem heilbrigðastur og glaðastur og hamingjusamastur í því að þú veist þurfa að koma út og vera hans sjálfur. Og ég vissi þetta, ég vissi að hann væri svona project. Og svo þegar hún deyr, þá vissi ég, ok, nú þarf ég að sleppa af og hann þarf núna að hlúa mér. Af því ég hafði aldrei upplifað að missa svona nákominn og þetta var bara hellað, þú veist. Og þá nefnilega kom ég heim eftir ég fekk að heyra þetta upp í vinnu og hringi í hann bara alveg, þú veist, alveg í klessu, kem heim og bjóst náttúrulega bara við opnum faðum. En ég er bara í algjöru móki og bara grætin inn í stofu og svo var hann í eldhúsi og svo fyrir hann að bað og við græta það svona. Og hann segir, ég get ekki muni hvað var, ég held að vera að fara inn í þvotthús og ná í þvottinn. Eitthvað þess. Og ég bara segi bara svona, getur gert þetta skipti, má ég, þú veist, ég meika það ekki. Og þá nefnilega segir hann setninguna sem var svona, þetta er komið. Þá segir hann sko, þú getur ekki notað dauða vinkonunnar sem afsökun fyrir að gera, þú veist, heimilisverkin. Já, og þetta var svona, og þetta er svona ákveðin rauðflögg sem við þurfum að safna, sérstaklega ef við eigum samband, það getur verið vinasamband, foreldri, systkini, maki, eða vinnutengt, þú veist, alls konar svona þú veist, þetta er skilaboð inn í innsæðið þitt, bara hvað gera við þetta? Og það er alltaf erfitt, þú veist, lífið er bara erfitt og svona stóra ákvörðanir eru bara erfiðar. En alheimurinn er alltaf meiri liði, sama hvaða ákvörðan þú tekur. Það er það sem er svo freeing, eða svona frelsandi að vita, bara, hann mun alltaf grípa mig, skiptir engum máli hvað ég gerir. Varst aldrei fastur. Aldrei. Og í kjölfarið á þessu, og ég þurfti, þú veist, í kjölfarið, þú veist, fríka ég út þess að ég fór á Airbnb, leiði mér eitthvað herbyggi og heyrði svo ekkert í honum. Þú fórst bara strax? Ég bara fór. Vá, vel gerst. Já, leiði bara hennar við lestastöðina og lá bara upp í einhver rúmi, þú veist, að borða McDonald's og bara, þú veist, ég skildi ekki, maður skilur ekki hverju gangi þegar einhver deyrs. Nei. Og svo bara eitthvað, kottu nú bara heima þér, eitthvað svona, hei, kottu nú heim. Og ég var bara svona, vá, það er ekkert empathy. Nei. Það er enginn að segja, þú veist, það er enginn að halda utan mig og svona. Bara hugga og vera þar. Og þú veist, ég var ekki með mamma og pappi í Danmörku, ég var enga fjölskyldu í Danmörku, ég var bara einn og hann.
þetta var rauninni þarna vissi ég og svona hægt og bítandi það var svo er þetta bara svona línrödd bara, þú er bara ég get ekki bara, og svo allt í hennu og þeir náttúrulega rílaði inn líka ef ég varði eitthvað ef hann fann á mér, þá keypti hann þetta með gjöf það komið góðu dagarnir keypti hann með gjöf, beið mig þangað keypti þú sumarhús eitthvað svona algjörð og kaupa þig basically og þetta er bara, þú veist, og ég er ekki að tala, þú veist, ég hef líka alveg brjálaslega mikla samúð og samkennd fyrir til dæmis svona ég segi bara svona narsissistiskum típum sem eru þannig hegðun eða disorderið að því að þetta gerist náttúrulega í æsku þú veist, þeir fá þetta frá þú veist, þeir fæðast ekki svona þú veist, þetta er allt í æsku sko. Heldur þeir vitið það sjálfur þú veist, þeir ekki endilega fyrir þinn bara svona narsissistar yfir höfuð þeir get ekki vita Nei. það er erfitt það er narsissismin að þú sjá það ekki það er nefnilega það sem er svo erfitt að því að þú veist, við erum alltaf og enn þetta í dag, ég nýbyrjar að læra ná sjálfsábyrgð þú veist, ég þarf að taka ábyrgð fyrir meðvirkni minni ég þarf að taka ábyrgð á mér í minni ákvörðunartöku bara út allt sambandið að því ég var alltaf að bíða eftir oh my god, okkur sér hann ekki hvað hann gerði mér þú veist, og okkur svona vilja fá einhverja viðurkenningu sem hún getur ekki fengið og þetta er bara svona þetta er rosalega áhugavert að vita og einhvern veginn svona hvernig alls konar hegðunarmynstur virka og það sem er sturlasta við það er að nú erum við hópur af 12 konum veist, ég og 12 aðrar sem að hafa leitað til mín og eru vinkonum mínar skilur við þetta eru stelpur sem ég þekki og í kjölfarið þegar ég opna mig þá er það bara svona what the fuck þú ert að lýsa sambandinu mér, hver er gangi það er svona við náum alltaf að vera og það sem er svo sturlað kæru vinkonur er að hver einasti til dæmis af þessum mönnum þetta er saman formúlan þetta er bara ein formúla en andlegt ofbeldi er það lúmst að við erum blind, ég var blindur í 8 ár svo vaknaði ég bara þú veist, þegar ég sá eitthvað eitt vídeo bara, og það var svona vídeo á YouTube bara svona 10 signs that you might be in a relationship with a narcissist og ég hef aldrei spáði hvort hann væri narcissisti narcissistik hegðun svona í lokin en ég náttúrulega trúði aldrei þessu slæmi upp á hann ég var bara, ég skal elska þig, þú ert bara að sjá þetta við þú færi saman í sálfræðings það sem hann sagði mitt á hverju þarf ég að vera sálfræðings þegar ég er ekki minni vandamál og ég bara, ok góða punktur eða fara, okkur starf þú ekki að fara í sálfræðings það var bara því það var einmitt það, hann sagði þetta mig sko já, þú þarfst að fara til sálfræðings og vinna í þínum málum af því að þetta er bara vega sambandin okkar það var allt mér að kenna, ég var aldrei og ég enda náttúrulega bara með eitthvað svona PTS og imposter syndrom og þó þetta sést ekki á mér þá er þetta bara þetta er rosalega stór pakki að fara í gegnum andlegt ofbeldi og þetta er virkilega eitthvað sem ég finn svo innilega að ég þarf að miðla líka bara upp á væntum þykju til fólks bara ef að þú myndir segja bara, ég held að sé að vera beit mér ofbeldi þá myndi ég finna bara þessa ábyrgð til bara, oh my god, bara segja mér allt, ég skal bjarga þér eitthvað svona en þú veist, þú getur alltaf ekki bjargað öllum en ég get gert það með vitundarvækningu ég get deilt sögunum minni og þú veist, og í dag, þú veist ég segi alltaf ég elska barnið hans barnið á honum sem er saklaust þú veist, ég elska, ég alveg brjála ást fyrir hann sem barn að því hann átt ekki séns skilur, pældi hvað þetta er sorgleg það er svona, það er alls konar ábyrgð þess að vituvækning varandi foreldra skilur, hvernig, að því að þú veist það eru alls konar svona leiðir til þess að þess barnið lokist fyrir þessa pípu þar sem hún þróar þessa narsíska hegðun og það getur líka komið frá of mikilli ást já, það getur komið frá of lítilli ást þú veist, það er alveg, línan er bara svo rosalega fín það er svona, þú veist, allt þetta þurfið, þú veist, pakkin er huge og mér líður þess að sé on stage 1 með því að hafa skrifað þessa grein með því einhvern veginn reyna að, þú veist, hjálpa og svona tala þetta er bara, þetta eru huge pólar þú veist, foreldra, það eru fullt af narsískum foreldrum, það sem að börnin þjást og það er úrslega erfitt að segja, ég ætla ekki að tala um mömmu mína eða ég ætla að tala um pappa minn skilur, það er bara, hugrekki, það er bara að labba bara burtu, skilur bara getur ímynda frá foreldrin þú veist, því að við þurfum að gera við þurfum að halda distance og leiðin til þess að
Er ég að tala mikið? Nei, ég alveg dottin ég líka bara fara í gegnum líf mitt ég vil þess að ég sé sálfræði tíma Nei, ég bara svona, ég finn svo innilega bara því að þú veist, fræðislega og það er svo fyndi líka það er bara svona prógram, þetta er bókstæðlega bara, þú ert í ofbeldissambandi og þú veist, stage nummer 3 eða eitthvað, er bara you come across something narsisisma, þú veist, það er fyrsta skrifi skilur við. Var það bara tilvíljun á Dustin átta myndband? Algjör tilvíljun, oh my god, ég man eftir að ég þetta var sem sagt gæi sem er að tala við alls konar fólk svo er hann að tala við þess að Dr. Ramani sem er búin að vera, sem er sérst bara algjör expert og búin að hjálpa mér ógeðslega mikið og þetta kemur upp í bara svona suggested og ég man ekki hvort það var vídeo sem kom næst eða hvort ég hafi klikkað á það en ég man bara hvað ég var að borða ég var bara haustkeks með smjörost Vá Hvað sé það með haustkeks? Það var svo gott en og er eitthvað svona hlusta á þetta fram úr mér og ég var alltaf að fatta að við erum að taka upp Við erum í mynd. Við erum rosalega. En þú varst ekki að vera pæli í myndar. Nei, ég var að fatta allt í einu. Nú maður neitt hvað að segja. Þú varst að borða haustkeksi. Þú eru ógeðslega feimin. Já, ég er að horfa þetta hlusta þetta fram úr mér og svona, þegar maður hlustar en ekki að hlusta en heyrir. Og ég held ég horfði þetta vídeo 20 sinum, þessa akkurat bara this moment. Af því að það var eins og bara allt, þetta var svo eruption, allt í einu sprakk þetta. Er þetta læknir sem Dr. Ramani. Það var eitthvað sem mætti til Jada Pinkett Smith. Já, þetta er hún, indiska. Ég horfði þann þátt, hún sem gerði þátt bara narsisista. Og það er bara svona hvernig maður þetta fatta. Ég man bara, ég hef oft heyrt þetta term, ég hef oft hlusta á podcastur að tala um þetta, en það var eitthvað hvernig hún lýsti þessu. Hvort hún var ekki að lýsa þessu með eitthvað svona krukku upp á hillu. Og þú verið fastur inn í svona, ég var bara mind blown. Og ég held að ég hafi bara alveg setið hana, bara í haustum að fara í gegnum alla sem ég þekki. Bara hver er þessu svona, hver er eitthvað svona sæn hér og það. Þetta er rosalega lúmsk, þetta getur líka verið bara, það getur verið, fólki sem að, eins og covert-narsistar, þeir geta verið bara þetta geti leynst í okkur bara akkurat núna af því að það front er 1, 2, 3, 4, 5 og minn fyrirhandi var mjög covert ógeðslega fallegur, kom ógeðslega fram ógeðslega verið spóken var ógeðslega sjarmerandi við vini sína og ekki mína og en bara bara fullkomin og það var ógeðslega erfitt þegar ég var svona eitthvað að opna mig við suma það var svona, er hann svo sæt og hvað er það? Eins og það sé bara, þú veist, spili saman, skilju. Og ég kom svona frekar, pínu sker í staður, mér líður smá eins og ég sé svona rándir, að þetta er bara eðli. Þú veist, það er engin ákvörðun tekin, bara nú ætla ég, þú veist. Þetta kemur út frá, þú veist, törfa því þetta þetta er alltaf stríð. Þeir þurfa, þeir kalla þetta ekki offer heldur supply og supply er eins og bara blóðsöga við kú skilur, bara sjúga blóði bara, þú veist, oh my god, ég þarf að vera á einhverju, þú veist, þess að til dæmis fyrirhandi minn fæ sér strax, allir narsistar flestir, get ekki lifa án supply það er svona, þarna líka ákveðið hegðunarmynstur, þegar einhver getur ekki verið einn, það þarf að fara í næsta supply og minn var búin að finna nýjan bara strax, bara nýtt supply Er það hugsa? Nei, bara svo marga og ég finn ég bið alltaf fyrir kærastar hans. Vá. Ég er alltaf að senda honum allan kærleik sem ég hef til þess að vonast til að hann komist vel út úr þessu. Því ég finn bara eitthvað ábyrgð, skilur. Þú veist, að þið nú sem bara kynna þetta svo mikið. Nú ég með svona billjón spurningar sem er að vakna. En að þið varst að tala... má ég líka? Já, fáðu ykkur. Ok, skál! Skál! Ég er búin að horfa á svo lengi. Ángreins. En þú veist, að þið varst búin að kynna þetta mikið, að tala um þetta kemur alveg frá æsku. Hvaðan kemur þetta? Er þetta... Heldur svo sagt... Er það, þú veist... Ef við tökum tilvikið mitt, það er rosalega, það er ekki rætt tilfinningar. Nei. Þú átt að vera frontur. Þú átt að gera, þú veist, þú átt að gera, þú veist, the family proud. Það mútt ekki vera með galla. Þú veist, þér er hrósa fyrir það sem þú ert á yfirborðinu en ekki það sem er innan með þér. Skilju. Já. Þú veist, ef þú átt að gráta þá bara eitthvað, heyrðu,
eitthvað, svona í staðin fyrir að taka utan þig skilur, að fá að taka utan mann og segja, þú veist, tilfinningarnar eru valid og þetta henni bara rosalega til dæmis jótlenskt dæmi, þeir eru rosalega lokaðir, mjög svona konservatífir, allt þar að vera, þú veist, út í búð þetta er svolítið svona 50s það er yfirborðsfullt allt já, það er svona þegar ég kem inn í þessa fjölskyldu og ég bara eitthvað tjá mig og bara eitthvað svona, já, eitthvað svona spurja, þú veist, þess að bara svona mjög persónlegt sem að ég bara OCD, ég var bara eins og ég væri marsbúi skilur bara, spurna þess en svo sem var líka held ég bara svona breath of fresh air skilur. Já, fyrir þau og ég mætti alltaf bara eitthvað ógstlega ófullkomin með tattoo og ég mátti til dæmis ekki, ég ert að vera langar með fyrst að hitti þau og þú veist, mátti að gera með derhúi og eitthvað svona en taldi mig vera ógstlega svona góður svona viðbót hress, ekkert að reyna ógstlega mikið ég og sem var bara tekið vel í en ég fekk alltaf að vita frá fyrirvenda að ég væri bara skömm, skilur þú veist, það róa sig og ég mátti allir tala mikið og þá greip hann fram í og já, við þurfum ekkert að ræða meira, eitthvað svona skilur, en í rauninni þegar öllum botni náð þá er þetta bara þú veist aldrei nóg skilju, og ég veit að búið að segja þetta einhverju hörpusal og bla 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 skilju, en þetta risti miklu dýbra en einhver fyrirlestur þetta er bara kemur öllum áttum og mörgum áttum þú veist, þetta er bara leiðslur allt það er svona, við þurfum að það er svona líka bara svo mikilvægt þetta byrjar allt hjá okkur eins og þegar ég var að tala við Söru, hún talaði um sjálfsábyrgð þetta byggist allt á sjálfsábyrgð, taka ábyrgð okkur skilur, og eins og bara, þú veist, ekki taka neinu persónulega, að því við spáði í öllum scenarium sem við hafi verið í og einhverjar að koma illa fram við ykkur við spáðum í því að þetta er aldrei persónulegt Nei, ekki til þín það er ógeðslega erfitt samt að sætta sig við það algjörlega, það er ógeðslega þetta er rosalega mikið kunst, þetta ég að fatta það er alltaf bara eitthvað þú veist, þú ert að meða mig, skilur það er svo ógeðslega erfitt að vera eitthvað svona, herri, þetta er þú þetta er allt til að benefita þess að til þess bara egoð þeirra, sem þau verða aldrei sött það er nefnilega máli með til þess þessa típur, eins og svona andlega ábyrgðismenn að þeir þrífast á stjórn þeir þrífast á að fá meira það er aldrei neitt nóg, ég man í hvers skipti sem var rólegt hjá okkur og ég var sem hamingjusamur þau fórum út að ferðast þú veist, ég bara svona, oh my god, þetta er að koma þú veist, ég var alltaf í einhverju viðbragðsstöðu að eitthvað myndi springa ekki að byggjast upp maður fekk aldrei pásu það er svona en á sama tíma þá elska einu mann bara, þú veist, oh my god þú veist, það er ekki ég get ekki ímynda mér einhverju að elska einhvern svona mikið skilja, sem er líka svona sárt líka eins og þú sagði ráðan, þú veist, þú varst að lýsa sér við eins og eiga barn og að þegar vorum að tala þú veist, vissu svo lengi ranga ekki verið í sambandi og þú orðar þetta þannig eitthvað þú veist, hann er reliable á mig en það er náttúrulega ekkert heilbrigt við það eitthvað skilur, þú veist, ef þú sért í sambandi og ein mannskjarn þurfa að vera því að annars funkar hinn ekki þetta er að vera tveir einstaklingar bara í ykkur svona samstarfi já, nákvæmlega, sérstaklega þegar svona ógeðslega mikil ást í spilinu en það sem að við þurfum að fatta ef við tölum bara til þessum sambönd þú veist, þú þarft að vera heill með heillimanniski það er bara, það er svona við dettum alltaf í það að við þurfum að passa på okkur við þurfum að heila okkur af því að labba brotin í annað samband sem ég gerði núna upp á síkastið og það er bara ekki hægt af því að þá er allt í þetta reliability þannig þú verður að bjarga mér þú verður að grípa mig þess vegna get ég ekki hægt að tala um bara hvað sjálfsvinna er falleg og mikilvæg og bara bókstæðlega og það sem er svo sorgilegt er okkur ekki kent þetta Nei, það var næsta spurningunni hvernig þú veist, þú segir sjálfsvinna og ég er bara svona, hvað er ég að byrja? Þetta er svo rosalega alvarlegt að því að þú veist, og sérstaklega bara krakkar þetta, við finnum fyrir óreileikanum hjá ungu fólki, við bókstaflega finnum hann, bara, oh my god, og þú veist, með samfélagsmiðluna, þú veist, mitt vonandi markmið í lífinu er að koma sjálfsvinna inn í menntakerfið. Skilur við? Þú veist, við veitum hvernig maður borgar skatta, við veitum hvernig maður kaupa íbúð, við veitum hvernig maður passa på okkur og nefna eitthvað svona lífsleikni skilur. Ég var að segja, getur ekki sleppt því og ég kann alveg búið til dagbók, fattar þú? Já, það er svona, þú veist, að fara bara mjög djúpt til þess að þú veist, ég skil ekki líka sérstaklega það eru kosninga núna. Það er enginn að tala um þetta.
þess vegna líka spurning bara hvað spillingin, skilju, það enginn að tala getur please, Viðreisn svo sannlega að niðurgreiða sálfræðitíma, en við þurfum ekkert að byrja það, við getum byrjað bókstaflega í leikskóla, við getum byrjað í grunnskóla, við getum farið það inn í menntaskóla, skilju. 100%. Það svona, þú veist, ég tek þetta pínu nærri mér að því að sko allt sem særir okkur og brýtur okkur niður og eyðileggur okkur, þetta mjög djótt, byrja samt alltaf á okkur, skilju, að því að við tökum þessu þá... Og við manifestum til okkur fólk sem við heldum eigum að bjarga, skilju. Narcissistar og empaths, þeir sóast að hverjum, sem hræðilegt. Bara svona, vá, ég veit ekki bjarga. Þetta svo ógeðslega rétt. Þetta bara, svo marga vinkonur sem í þessu, þú veist, situation að lýsa. Ég er að sjá þetta allt svo mikið fyrir mér. Já, líka alveg nokkri kringum sem eru svona. Já, ég sé það, þú veist, já. Fattur og þess vegna, og ef þið þekkið eitthvað sem er svona, þá er þetta Greystone eða Biff, þá var maður að koma fram við viðkomandi eins og það sé bara business. Bara kemst á morgun, sérstaklega fólk sem eru co-parenta, sem ég þekki mjög marga, sem eiga barnsfeður, sem eru ofbeldismenn. Og það er bara þetta, þú ert að koma fram eins og það sé business. Þetta er bara svo ég væri að skrifa til þín, bara einhver Sæl Sunneva, kemst þú á morgun á fund 13:30. Já, af því að það eina sem þeir vilja eru viðbrögð og finna fyrir það sem er stjórn. Þú veist, reactive abuse er ein algengasta forma ofbeldi í þessu. Það er að þegar vera poti í þig, bara pota og þú bara svona, svo bara springur Já, og bara snappar, Þá getur það er nefnilega það besta fyrir þá að þeir getur sagt, djöfull ertu geðveik. Þú ert aðeins að þetta fjölskyldulíf sem þú vilt bjóða upp á, bla bla bla. Þú veist, þetta er rosalega, fyrir mér var þetta að versta, því ég fór að efast hver ég er í kjölfari, gaslýsingu, þegar líka við getum farið út í gaslýsingu, það er rosalega algengt, það er á öllum hotnum, allstaðar. Já, það getur verið ágætlega svona óvart, en það getur líka verið ógeðslega intentional. Ef þú ættir að útskrifa fyrir þeim sem hlusta, sem hafa kannski aldrei heyrt gaslighting, hvernig myndir þú útskrifa það? Sko, það eru svona setningar eins og sem að ég upplýði alltaf var, af hverju þetta öskra? Og ég bara, ég er ekki öskra í alvörunni, þú veist, það er alltaf verið að efa að þinn raunveruleiki sé réttur. Það er svona, þú veist, það var rosalega mikið gaslýsing og gaslýsing svona, já, ég þarf alveg að koma sér betri orð, þetta er svona, þú veist, bara basically, hvað er basically á íslensku? Í rauninni, þá er þetta bara þú ert látin efa allt sem þú ert og segir og gerir. Þínar tilfinningar líka. Ég frétti að orðið sjálft, gaslighting, veistu hvaðan kemur? Já, hvað var það aftur? Þess að þetta fer bara alveg aftur í tíman, sko. Bara Breitlandi eitthvað. Þegar við vorum að kveikja ljósin okkar með, þú veist, gasi og þá var svona gas í rauninni virka eins og bara dimmer. Þú veist, hækkað gasið, þá var ljósið meira og lækkað gasið, þá var ljósið minna. Og konan sem að, þú veist, hún kveikir og hún situr í hæsta og maðurinn hennar segir, og svo fyrir maðurinn hennar og stillir niður í læsta og segir, akkur kveiktur ekki ljósið? Jú, ég var að kveiki ljósið, ég setti hæsta, en hann var alltaf að lækka aftur í lægsta. Svo þú ert ekki að kveiki ljósið, við sjáum ekki neitt. Og þetta er sem orðin kemur, svona gaslighting, þú veist. Þetta er tækni til að efast þetta ég ágæti bara. Bara hvað, ég gerði þetta ekki? Eða betur, gerði þetta ekki? Eða, algjörlega. Er ég að þessu? Þetta er rosalega, sko, þetta er alveg brjálaslega effektiv fyrir þolanda. Að því að ég, þú veist, nummer 1, ég enda á geðspítala, nummer 2, ég var bara svona, þú veist, ég gat ekki gert þetta, ég vissi ekki hvað litum ég skoður, eða flottur. Þú veist, ég vissi ekki hvað ég ætti að fara í, svona, ég bara svona, þetta er rosalega alveg, það finn geðvika sama fyrir fólki sem er það líka, að því þú efast hvert einasta skref sem þú tekur. Og þetta er bara svona langvarandi, eftir langvarandi ofbeldi. En að vera meðvitaður gaslýsingu er rosalega hollt. Þetta getur líka verið fyrir í vinnunni. Já, ég myndi ekki meina að þú getur fengið launahækkuna því að þú ert ekki að koma með eins mikið pening og kannski aðrir. Eða þú ert ekki að þetta leynist allstar. Þá veit maður bara eitthvað, ok, búm, tí, þú veist, þá veistu nákvæmlega hvernig þú átt að rétta. Eða það getur eða bara mamma einn. Bara ég sé bara, þú ert ekki búin að vera eitthvað svona, þú veist. En þá veit maður líka, þegar maður er búin að kynna sér það er gaslýsingar þáttur í helgarspjallinu til dæmis, sem mjög góður, með
Esteri Salbreng, en að vera með þessa tækni því að þá átumandi lærum við að setja mörk mikilvægst í heimistelpur, setja mörk og já, þetta helst svo harkalega hendur allt þetta. En aftur að sjálfsvinni, ef ykkur núna er hlusta bara, mig langar að fara í sjálfsvinni, þú veist, hvar byrjar maður, hvað gerir við, sjálfsvinna, hvað þýðir það? Er það bara kveikja og jógatónlist fyrir styrstu eða og reysut, skilur, eitthvað bækur sem væli með Sko, það besta við er að þú þarf alltaf að opna svolítið Pandora box. Þú veist, það sem er svo mikilvægt að vita er að allt tráma, allt sem hefur komið fyrir okkur eða gerist fyrir okkur, sest í líkamann okkar. Skilur. Það er svo merkilegt. Það er svo, þegar þetta var sagt fyrst um ég bara kjafta þetta í hausmámanni. Eitthvað svona. Nei, það er svona, þú veist, eins og bara Apple-vinkunum sagði, þú veist, í kjölfari af sambandslítun bara komdu fram með líkamannaður eins og bíll hefur klest á hann. Ég bara, what? Á ekki bara eitthvað sem heilan á mér, eitthvað svona. En sjálfsvinna er basically líka bara að horfast, það var hvernig það byrjaði mér, að horfast framan í kallarinn mína. Ég var rosalega svona lofaði mikið upp í ermina svona, og það var bara svona I was called out og ég bara, oh my god, og sá það allt í hennu. Þetta er basically bara að vera nógu já, vá, þetta er góð spurning. Hvernig get ég sagt þetta vel? Ég get alveg sagt bara, já, bara fara að hugsa þér en þetta er bara, þú veist, þú þarf bara kynnast þér myrku hliðarnar og góðu hliðarnar og vera forvitin skilur, af því að við erum fullkomin eins og við erum fyrsta lagi, en við erum líka með alls konar, við erum með dökkar hliðar og góðar hliðar. Það er svona, þú veist, hvernig get ég verið betri fyrir mig, hvernig get ég verið betri fyrir, þú veist, aðra skilur, og sérstaklega líka, þú veist, hvar vil ég bæta? Þú veist, þess að segja maður, ef maður tekur alltaf alvarlega, bara eitthvað svona einhver, þú veist, mean tweets eða eitthvað svona skilur, og ég bara eitthvað, oh my god, en svo ekkert reynir bara að heila það. Þetta er bara svona alls konar deildir. Ef við spáðum í bara, eins og bara musteri okkar, ég ætla bara magnað. Og allt sem að sest í okkur eða böggar okkur, þú veist, þú eru alltaf farið í rótina, hvað þarf ég að gera til þess að vera ekki svona. Eins og afbrýðisemi. Það er mjög gott dæmi sjálfsvinnu og hvernig hún svona hjálpa manni. Margir sem að díla við hana. Já, mjög margir. Og þetta er masterclass, þetta breytir lífinu. Okay. Let's get it. Bring the tea. Let's go. Okay. Ég er ekkert eðlilega spennt, sko. Já, ég líka. Ég er hrædd þetta podcast verið 3 tímar, ég geti talað. Ég þarf að mæta svona 6. Nei, okay. We have plenty of time. Þetta er gott dæmi sjálfsvinnu, þar sem ég hélt ég væri bara ógeðslega heill og væri bara geggjaður, ógeðslega andlegur og sætur og góður bara. En það sem hann náttúrulega líka pínu kjölfæri af ofbeldi þegar ég var náttúrulega, hann vildi alveg að afbrýsa mér. Já, hann að reyna að gera það afbrýsa mér. Já, svona, það var alltaf eitthvað svona tís og ég eitthvað svona eitthvað svona nema hvað, yfirmaður minn sem er magnaður og ég skildi aldrei okkur hann var svona ógeðslega klár. Bara, ég hugsa bara, what the fuck, hann er með svöru öllu. Hann bara, hann er svo magnaður. En þá lærði ég núna í júní að fyrirhandi maðurinn hans, sem ég vissi að fokka hann upp, var nasi, eða var andlegur ofbeldismaður. Og þegar maður læri svo mikið, þetta er bara svo rektorsnám. Sem sagt, ég var svo afbrýðisamur, en ég var alltaf að reyna að láta hann ekki finna fyrir því. Þess að mér var aldrei bóðið djamið með vinum hann, skilu. Það var haldið mér alltaf svona frekar í miklu distans. Ég var alltaf bara leyndamáli 1,5 ár. Og sem að bara, þá þróast mikið skömm og blablabla. Og þegar hann fór út, þá slá ég í rúminu og ég hristist og ég kastaði upp og ég var bara eins og einhver geðsjúklingur. Allt, já. Þetta var einmitt kvíði, afbrýðisemi, óöryggi, þetta bara algjört brjálæði. Hrikaleg kokteil. Já. Og ég fer til yfirmannsins bara, ég get ekki meir, bara, ég er alltaf bara, þetta er bara svo draugar, bara svo draugagangur, bara þess að sé andsitin. Og hann segir, ok, oh my god, síðast stendingi verður svo góð, allavega. Hann sagði, ok, þegar þú, ég slett svo mikið, þegar þú setur action, þetta var sletta líka, þegar þú setur gjörning í, ok, ég verð að sletta, sorry. Við erum slettu queens. Já. Já. Podcast er ennsku og íslensku. Já. Ok, cool.
ok, ADHD, býtu varandi afbrýðisemi já, when you act on the jealousy þess að þú segir eitthvað, gerir eitthvað það að sama manifest þess að því með ímyndaðir við makan ykkur þú verður alltaf bara, með símanni vikun eftir að tala lalalala. Þetta bara automatískt veraldlegt manifest þetta mun íta makaneginum til þess að gera það wow. Þetta samt svona aukaðri og svo segir hann setninguna við mig bara yfir höfuð þú mátt aldrei eyða orku eitthvað sem hann getur ekki stjórnað og svo sagði hann bara, ef hann heldur fram hjá þér þá heldur hann fram hjá þér já. Og þetta var ógeðslega frelsandi og við tölum rosalega mikið þetta og mín svona myndrana það er alltaf myndar til mér ég hugsa þá samband sem kristalskúla sem bara worth everything og í hvers skipti sem þú svona aktar á afbrýðisemina þá kemur lítið sprunga já. Og þetta og bara hvað svo sem það eða þú ert bara hvað þú veist þá kemur alltaf meira sprunga þú veist, þá ertu í rauninni bara þetta rosalega fráhrindandi og þá spyrir mig hvort langaði hægt og rólega brjóta þessa gullfallegu ógeðslega dýrmætu kúlu eða smallin í einu maski ef að það gerist já, einmitt þú ert garanterað og meðvitað að brjóta þessa eyðileggja þessa fallegu kúlu meðvitað with your actions eða hún getur bara verið perfect eins og hún og kannski hún bara að lifa í lífi já, einmitt kannski þetta smallinni en það þá ekki heldur undir þér komið þú gerir ekki ég tengi ógeðslega mikið þetta því ég var mjög ung hvað eru gamlar þegar við klárum MS tvítugar ég þú veist 21 þegar ég fer í fjarsamband með kærasta mín sem ég með þetta við vorum fjarsambandi í 3 ár nánast, þú veist, ég kom oft heim við sumar en ég var að læra úti og það var alltaf verið hvar varst aftur? Ég var í Coventry í Englandi og svo var ég í Boston það vissi ég, einmitt geðveikt og svo en það var alltaf verið að spyrja mig hvernig getur þú í fjarsambandi, erstu ekki stressu eða spyrja hann, erstu ekki hræddur að þetta og bara svona, ef það gerist þá gerist það og þá tökum við þá, en ég get ekki setið heima og verið bara eitthvað, hann núna að djama á Íslandi því það þú veist Þetta fyrst ekki frelsandi. Þetta er bara, ef þetta gerist, þá gerist þetta. Og þá er það bara að tökum við þá. Og muni bara þessa setningu, aldrei undir engum kringustæðum eyða orku eitthvað sem þú getur ekki stjórna. Þetta frelsa þig strax. Að þegar þú getur ekki stjórna þig, þá meika bókstæðlega ekki sens að vera eyða eitthvað dýrmættri orkunni þinni sem að bara lætu lítla. Jésús þú veist, eitthvað sem þú getur ekki stjórnað Þannig að þú myndir segja þess að starta svona sjálfsvinni og verða bara að líta inn á við Já, líka, þú veist, hvað er að sjá mig ok, hvernig get ég lagað það, hvað get ég gert, eða hvernig svona og þú veist, sjálfsvinna þýðir basically að heila barnið í okkur það er svona stóra myndin að því að við erum þú veist ég segi alltaf við séum lítið börn í fullorðslíkama. Við erum svo mikla dullur. Það sem við þurfum alltaf að hlúa að, þú veist, ein hugleysla sem er mjög falleg setjast niður loka augunum og horfa á litli þig og taka utan um hana. Það er sjúkla heilandi. Og ég veit maður bara en já, ég myndi hlusta á bara alls konar hlað, helgarspjalli mjög sjálfsvinnu tengt, sko, það var líka svona intentioni með þessu og svo bara alls konar, þú veist, bara vera spá og þú veist, tala við fólki í kringu þið sem hefur ráð, vera opinn fyrir ráðum og þú veist, ego okkar er ógeðslega fínt dæmi, við erum öll með það, við þurfum bara að geta greint það, eins og ef þú myndir segja, ef þú hefði sagt eitthvað með og ég væri bara, er hann að djóka? Skilur við? Eða eitthvað móðgæði eitthvað, þú veist að segja, þú veist, en þá myndi ego myndi vera bara djöðsist tík, eitthvað svona, en ég myndi bara segja einlegilegt að mér finnst það ég bara svona þú veist þess að ég reyna að kynnast ekki eitthvað mér með því að segja ég virði það þú veist ef þú myndi segja við mig Sunni fannst þú ógeðslega leðilegur eða vá bara, ég veit ekki hvað er í gangi með Sunni hún bara meikar þig ekki þú veist til dæmi, segjum það og þá einmitt ego mitt myndi bara oh my god, what the fuck, bara hvað gerði ég eitthvað svona unfollow hana já, nákvæmlega, dramaskilu eða ég segi bara svona, vá, bara ég virði það 100% þú veist, það er enginn sem segir mér að allir að fíla mig þú
veist, ég virði það, þetta algjört hagg, sko. Já, það svo mikið hagg, sko. Og bara einhver unfollow bara svona, þú veist, ég virði það alveg. Ég ekki allra. Nei, 100%. Maður vill líka ekki vera allra. Nei, það ekki hægt. Það ekki allir góðir, þannig ég vil ekki þetta vonda fólki sem mitt. Það svona, fyrst þegar ég var bara svona, oh my god, þessi unfollow mig, svona. En þá bara svona, það þýðir ekki að ég get ekki hitt hann í bæja því að, og bara eitthvað, hæ, gaman að sjá þig, og bara svona, eins og ekkert að við gerst að ég virði það, alveg svo ég unfollow eitthvað sem að bara minn og epimát. Nei, þetta rosalega góð leið að bara segja, þú veist, ég virði það, þú veist, og nú ert þú örugglega díla við ýmislegt varandi þáttina að segja bara hvað fólk að tala þetta á þig og svona, en að segja bara, ég virði þeirra skoðun. Ég nefnilega, ég er búin að vera lengi að fá kommentum sjálf mig, þannig að ég er alveg með þessu. Já, það er rétt, einmitt, já. Og þess að mér skæti ekki verið mér sama. Og eina ástæðan okkur að gera mér sem mín tvís er bara því að það fyndi. Ég var með hlátuskasti þegar við varum að lesa það fyrst. Það hefði kannski mátt sjá það. Maður frekar verið að taka vídeo sem við erum að lesa þessu kommenti andlita okkur annar og svo sem fyrir að hlæja hann tapar, skilur við. Við erum báðar þar og ég hef kennt Jói mjög mikið að koma sér þangað því að hún er dálítið mikið upp og niður. Hún á alveg til ég að taka kommentin inn á sig. Ég held bara, Jóa, hverjum er ekki drullu sama hvað Jón út í bæ finnst þig eða okkur? Við erum að hafa gaman. Já, nokkulega, bara, og veist, ég myndi alltaf mæla með að segja bara, vá, ég virði þér, sko. En það má, skilur við. Þetta er bara, við erum bara einhverjir boltar af orku og einhverjum frumum sem eru bara að gera okkar besta og við erum hérna á jörðin til þess að vera glöð og haming sem við getum. Já. Það basically finnst mér vel til okkur lífsins. 100%. En þú sagðir í greinu, þú ert að fá aðstæð hjá Bjarkarhlíð. Oh my god, já. Ég hef aldrei heyrt um. Og vá, þetta er bara miðstöð fyrir þess að Þórundur ofbeldis. Og ég fór á svo ógæðslega dimman stað. Ég bara, þú veist, þetta er bara sjúklega yfirþyrmandi, þú veist. Og ég er ekki þunglindur eðli og þú veist, og þannig sé ekki kvíðin eðli. En þarna var bara komið myrkur, skilju, og þetta er svona staður sem þú vilt ekki fara á, þú veist, þetta er skeri. Og ég er náttúrulega, og pluss mjög mikið imposter-syndrom, bara hvað ég vil líka taka tíma frá öðrum, þú veist, það er fullt af konum með mönnum sem hafa það verð en ég, bla bla bla, og ég mæti, og ég fæ bara svona neyðar, ég þurfti bara að fá neyðar ástæð, og fekk tíma bara ógeðslega fljótt, og þær eru gjörsamlega starfið er gjörsamlega þú veist, beyond þær sjá þig, skilju, þær eru guðdómlegar og það fyrsta sem ég segi er bara eitthvað, bara fyrirgefðu það ég sé það, ég veit bara, oh my god, bara ég veit að ég á ekki að vera hérna, bla 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 og fyrsta sem hún segir er bara eitthvað svona, þú átt nákvæmlega að vera hér og þá fyrir ég bara að hágráta, skilju og þetta er bara, þær sjá þig. Er þetta teim af sálfræðingum? Já, sálfræðingum, það er lögregla, það er lögfræðingur sem er bara vernd okkur frá ofbeldi. Þú veist, og þetta er ekki, það er enginn sem á þetta er bara þjónusta fyrir okkur. Og eftir að ég fór að hafa fullt af vinkonum ég að fara í kjölfarið, þegar við höldum alltaf við eigum ekki erindi eða við erum að taka tíma annars, en við erum öll glorious dullur við erum öll rétt á að líða vel og ef það er eitthvað sem getur aðstoða okkur þá megum við alveg biðja um hjálp og það er bara björguð mér bara að líða að því að þú náttúrulega ég ætla að efaði ennþá allt skilur ég bara og þú veist ennþá fæ hugmyndir að ég á ekkert gott skilur en það er líka bara því ég var í 8 ár og ég greinist með svona flókna áfallastreituröskun sem því áfallastreituröskun getur verið eftir slys eða árás eða eitthvað svona, en flókin er svona langtíma ofbeldi. Fullt af fólki sem er með það og fattar það ekki. Þess vegna er svo gott, vonandi ef einhver heyrir mig segja þetta, þú veist, lesum komplex PTSD, að því að þá þurfum við að fara að heila það. Þú veist, martraði, hvað er það? Þetta er bókstaflega heilinaður að vinna úr upplýsingum að því þú gafst ekki sjálfur tíma til þess að heila það yfir daginn. Það er svona þurfa að taka tíma fyrir okkur. En eru martraði það? Ég heyrði ég myndi segja þetta í podcastinu, ég var bara bákaði mega mikið sens. Þetta er allt situr í líkamanum okkur. Allt tráma, allt gamalt tráma, allt nýtt tráma, bara allt sem að þú veist, þau fá mér í magan, spáðu ekki þetta magnað. Hvar er þessi miðstöð í einhverjum þörmum sem gefur illt í magan sem tengist við tráma? Þetta situr hérna bara í líkamanum okkur. Við erum bara við erum bara orkubolti, skilur við. Þetta er svo komplex og magnað og klikkað. Spáðu bara að fá í magan hvað þetta er bilað.
frá að fá fyririldi og fá kvíða í magan og þú veist, allt þetta gut feeling og allt þetta og bara þess vegna, þú veist svörin ykkur í þögninni þess að pröfa bara 5 mínútur og finnið bara stað, það getur ekki bara verið í öskjuleginu, það getur verið út í garði skilju, það getur verið í pottinum eða baðinu, þú veist, prófaði bara að hlusta þetta magnað, en þetta, þú veist, að því að eins og ég sé þetta fyrst mér tala alltaf mikið. Nei, bara talar ekki nú, sko. En ég sé alltaf fyrir mér svona gett krútlega verkamenn, þegar það sætir, krútlegir og bara eitthvað svona kallkerfi og eitthvað svona, og þegar ég fekk að heyra þetta með PTSD, það fattaði þetta bara, já, ok, það rétt, að ég alltaf að flýja tilfinningarnar mínar. Held alltaf ég sé að því, en þú veist, töfratin gerast í þögninni. Og ímyndi ykkur bara kallkerfi mitt þegar ég sofna, því ég varst með martræðir bara örugglega bara upp á nótt. Ég var alltaf búin að sofa vel, bara þú veist, ég manni hvernar. Ég tók þetta sveppilum, ok, cut it. Ok, nei, þetta Desperate times call for a desperate en ímyndi eitthvað kallkerfið eins og bara þitt, segjum bara þú ert búin að keyra þig út og dúllu byrturnar sem eru verkamenni þínir segja bara í kallkerfi bara því miður kæru vinir, hún gaf okkur engan tíma til þess að heila okkur í dag, eða vinna úr einhverju í dag þess vegna við þurfum að gera núna, ég veit það óþægt fyrir hana, en bara let's go, bara let's start the show bara með orsóndi þá ert þú að þjást þig og með hún sefur en þú gefur ekki, þú veist þess vegna þurfið þú ert mamma, þú ert hundamamma ég hundapappi, skilju við þurfum samt undir öllum kringustæðum að gefa okkur tíma þess vegna meika þú veist, sínum 100% skilning en ég meika ekki þegar ég heyri bara eitthvað svona að, eins og bara með börn taka all tíma, bara svona, oh my god, ég verður bara svona please fara í spa, bara please þú veist, þau geta farið í pössun eitthvað svona, að ég er bara passionate að, þú veist, við getum ekki verið að keyra okkur út. Líka meikar ekki sens að ala upp nýjan einstakling inn í samfélagið ef að þú sjálfur erst ekki heill, skilur. Hvað er ég þá að... Og ég bara svona verða eitthvað geð, þú veist, ef að ég er ekki heil að ala upp einstaklingin í þetta samfélag, þá augljóslega er ég ekkert að leggja upp góðan grunn fyrir að hún verði heil. Eða, þetta er bara máli, bara þetta byrjar allt á okkur. Þú getur verið besta mamma í heimi, þú getur gert allt fyrir krakkaðin, hún mun alltaf finna fyrir eða þú ert óhamingjusöm. Alltaf. Við erum bara ein orka, við erum bara ein víbrasjón, þannig séð. Þess vegna aldrei, og líka bara þetta, bara aldrei fá samvinskupið í því að gera eitthvað gott fyrir sjálfa þig. Nei. Aldrei, skiptir engum máli hvað það er. Bara, þú veist, þú ert klárasta manneski í heimi ef þú tekur klukktíma fyrir þig. Rækt, bað, líkamsrækt, út bara, þú veist, í burtu, bara þú. Þegar við, enda þetta erum bara svarið. Það er svo trillt, sko. Það er enginn að fara að laga þig. Já, ég var líka að deila með ykkur, bara svona því við erum að tala um þetta. Núna er ég í mörgum svona mömmuhópum minna á Facebook og eitthvað svona, og maður er að lesa og maður er ákvað hvað ég byrja með að gefa borða og þessu alls konar hugsanir sem að fer í gegnum hausinn á manni og maður er að hugsa 3000 hluti í einu. Og svo svefnvenja, ætlar maður ekki að sleppa því og þetta er allt sem eitthvað sem að held hver einasti foreldrar gengur í gegnum, bara reyna að kynna sér allt og vera með allt á hreinu og það er svona gömul aðferð að láta börnin gráta sig í svefn ég dæmi ekkert þá sem hafa gert það en það eru margir sem hafa gert það og ég persónulega bara gæta ekki, bara hjarta mitt myndi brotna en sumir kannski þurfa að taka til þeirra ráða því að barnið bara sefur ekki annars eða eitthvað svoleiðis. En ég sá sem sagt grein það að það er búið að tengja saman að kvíði fyrir alveg niður í það á að slátin gráta í svefn sem unga barn. Þá var ég bara, ég var að lesa það og stelpum ég var bara, Embla var bara hérna á hliðina mér, ég bara, þú ert að meðtaka mikið með hvað er pínu lítil. Hvað litlu hlutir sem ég gerir núna fyrir þig geta haft áhrif á þig sem fullan einstakling. Oh my god, þú þarfst ekki að heyra þetta um þetta, sko. Þetta er, veistu, ég var í, manni hvort að vorum, kannski voru að tala off-air, en fyrirburar geta þjást bara með því að hafa verið settir í kassa. Wow. Við erum að tala um bara, hvort kannski hitakassa í 4 daga, viku. Þetta getur verið lagt foundationið hver þú ert að eilífu. Pældu, að því maður hugsa þetta er svo lítið börn og skilur ekki það sem ég er að segja. Þið er ekki með að taka neitt strax. Ég var einmitt að segja við Gunnum daginn, þú veist, ég eitthvað svona, eitthvað, við segjum kannski eitthvað svona, þú veist,
ég eitthvað, Gunni, þú taka bleiuna, hann eitthvað, nei, nenni þú taka hana og ég eitthvað, nei, nenni ég kannski hvort segðu, taktu bleiuna, Gunni allir tengja, maður eitthvað svo kannski teki ég hann og ég segi eitthvað, pabbi, nenni ég taka bleiuna svo var ég svona, shit, ég var að passa mig ég var að passa mig á svona litlum setningum af því að þótt þetta sé sem kann ekki tala labban en hún gæti vera með að taka helling algjörlega, ef maður spáir í því við erum bara, þú veist, þetta það sem við erum orð eru bara álög það bara eitt, þú veist hvernig, þú veist, það bara svona já, þess vegna heitir þetta spelling já, oh my god wow, oh my god ég bara, en allt annað tenging, orka þú veist þetta svona magnað. Já, mér finnst þetta bara styrla, sko. Þess vegna býr maður til börn með kynlífi. Engin orð, nema bara eitthvað svona takt þetta. Oh my god. Já, þetta er bara málið bara, þegar maður kemst í bara svona, þá verður líka allt svo magnað. Þú veist, ég var bara á melunum daginn og ég bara, þú veist, ég fekk bara svona, oh my god, melun var bara geðveik. Já. Það ég veit ekki, þetta er bara svona, við þurfum bara enn og aftur, bara byrja okkur 100% að öllu leiti, foreldrar makar, vinir whoever, og mér langar ógeðslega mikið að segja bara please, pössum upp á unga krakkan okkar ég hef alveg geðveikar áhyggjur og þetta er ekki að því ég er með dómharður ég er bara með tilfinningu ég er sammálaður samfélagsmiðlarnir og hvernig allt er eitthvað svona, þú veist, allt svona geðveikt á yfirborðinu þú veist, við erum, þú veist ég er ekki í einhverjum hörklænaði með eitthvað turban, skilur við. En ég get verið sjúklega andlegur að þetta, þú veist, við erum spiritual beings having a human experience. Þú veist, fyrst og fremst erum við andleg. Það er svona grátum við og erum þunglynd og þetta, þú veist, við erum þetta það sem við erum, 100%. Allt hitt er bara svona glamour dullplús, skilur við. Já. Þú veist. En þú veist, þú sagði talar á þú veist að þú eftir allt sem þú gekkst í gegnum þú færstu svona imposter syndrom en lýsir það sér ekki líka þannig að þú veist eins og þegar þú varst að gangi gegnum bara besta partin af þessum skilnaði hvernig varst það samfélagsmiðlum á saman tíma? Ég var alltaf í samstörum þú veist, ég ætlaði að vinna mín þess að ég þurfti bara delivera þú veist, og ég man samt hvað en áhverjum mér langar að fara að skoða mig þetta var þess að janúar, ég fæði taugafall í desember og janúar gat ég ekkert gert nema bara vinna vinna í mér þá var ég var algjörlega lamaður ég held maður haldi alltaf ákveðnu ég var að reyna ok maður talar rofa þetta var svona svo gett óvart, maður heldur alltaf ákveðnum svona fronti, skilur þetta er það sem við vinnum við, skilur en ég hef alltaf verið einlægur, þú veist, ég talaði þetta og ég er búin að segja eitthvað smá frá þessi grein sem ég skrifaði var svona eins og ég sé að koma til skápnum. Já. Þú veist, ég bara, fuck it. Já, þú ert alveg búin að vera sín á samfélagsmiðlum, klárlega, þú veist, bara svona, þú ert að flytja, þú ert að fá hundinn heim og allt, þú veist, maður viss alveg, þú veist, það var margt í gangi og þú varst alveg svona, já, bara hefinga svona dag og en þú veist, ég held bara að það er mikilvægt fyrir alla sem hlusta að minna sig á að þú veist, fólk kannski gangi ekki ótrúlega dimma tíma en þú sér það ekki. Og ég held að þarna kikka líka bara en skömm sem var sett í mig mjög snemma í sambandinu að því ég var náttúrulega leyndó. Já. Veist, hann var ekki komin út og ég átti að með þessu mjög svona snemma eftir sambandsslitin bara svona vá, ég var alltaf í skömm, ég lifði lífinu í skömm, þú veist, það er ömurlegur staður að vera og ég er leiður fyrir, ég vil meina að einhver partur af mig hefði dáið áramótin, að ég fór í sjóinn, takk bless, fór bara í sjósund, sem ég ger aldrei, en bara svona, vá, en harkalegt að vera skammast inn fyrir allt sem þú ert og þannig var þetta. Ég kom alltaf einhver heim og sótti í eitthvað svona, helgimunni, eitthvað, oh my god, þú veist, og kom tilbaka, þurfti að lifa einhverju orku og koma svo aftur. Að lifa í skömm er ömurlegt og þess vegna er ég með þessu og með einhvern veginn að vera vókal að skilinni. 100%. Og þetta er líka bara, MeToo-byltingin mun að hjálpa mér, þá enginn skilið að verða fyrir ofbeldi. Þess vegna þurfum við bara vitundarvakningin og ég var mjög ógeðslega erfitt þessi hvað heitir það, MeToo-bylgjan sem kom
hún fekk geðveitt á mig því ég var bara svona, vá, nennir please einhverjum klúta mig. Þetta var alltaf kynferðislegt og líkanlegt sem að, oh my god, þú veist, ekkert mál. En ég fann að þarna var ég bara, oh my god, please, en einhver please að sé andlet, svo ég geti tengt við þetta og einhver svona hjálpa mér. Þess að ég finna núna var bara eitthvað mitt kall, ég veit ekki af hverju, ég bókstaflega satt bara óvart og skrifaði þetta. Það var bara svo ég hafi verið bara andsetin, sko. Þess að ég tók aldrei hérna ákvörðun að ég er alltaf með back in my mind, skiljast, hann að skoða öll storyið mín. Ég var að fara að spyrja, það? Ég er alltaf blokkaður alls þar. En hann með auka Instagram sem hann bjóð til með þess að þeir voru saman. Það er ekkert nýtt. En hann skoðar allt sem bara rosalega, sem alltaf lægi, skilju, ég bara svo, hann verður bara að díla við það. Það er hans ég hef ekki skoðað hann síðan 16. janúar. Vá, vel gert. Það var bara svona algjört epiphany, breakdown, crazy moment og ég bara svona ég slepp honum bara, þú veist, hann er bara hann núna, ég get ekkert gert meira, skilur en svo fer ég í annað samband sem er mjög áhugavert að ég, náttúrulega ángríns, ef að þið hefði sagt við mig ég er frá einhleipur og verður með sixpack 2020 þá hélt ég þetta bara já, bara lauslátur og það er bara, come on boys ég stundaði valla kynlíf bara, þú veist, það var bara ekkert þú veist, það var bara, þú veist, dataði og svo, þú veist, var það búið og svo bara var ég bara, ég var bara nunna ég var bara búin að vera basically nunna í kringum þetta allt saman kynlíf fyrir mér er bara algjörlega bara að breytast ég er nú komið svona óheilbritt eitthvað svona, samband við það já, því að þú veist 8 ár af kynlífi þar sem ég var alltaf að leitaði please, getur please fara að sofa saman því að þar finn ég að þú elski mig bara please, ég var svona songur alltaf og hann notaði þetta sem stjórnartæki þú veist, hafnaði mér það gefur honum afl eða bara svona, ok, eitthvað svona og ég bara please, oh my god, ég bara songur korpur sko og núna finnst mér, nú þarf ég að kynnast mér sem kynver upp á nýtt og ég heiti strák þú veist, hann er svo klarkent 2 metrar hæð, ógeðslega massar, ógeðslega ljúfur, fullkomin bros. Ég veit. Sem ég var að segja ná Superman Clark Kent. Já, hann er bara svona svíi, læknir, kurteis, bara allt, skilur. Bara fullkomin á pappír. Já, og þannig sé líka bara í alvöru, sko. Já. Þú veist, eins og bara núna algjör dúlla, hann keypti bók eitthvað svona væl samskipti til þess að vita hvernig hann á að nálgast mig út af mínu tráma og einhver svona mínum triggerum. Það er svona algjör stindi. Já. En ég gat ekki þú veist, þetta bara svona allt system mitt krassaði. Það er ekkert að gefa. Ég gat ekki neitt. Ég gat ekki neitt. Þetta er svona, en áttum algjör saman af flöf, sko. Þegar vorum að deyta var þetta óslega gaman. Skilur bara, kissast við þetta, en þannig foss og þetta og eitthvað svona. En svo þegar þetta var að fara út í það, þú veist, það var komið vinnu á Landspítalanum og bara vorum að fara að taka næsta skref, en þá var eins og bara allt system mitt. Ég hef enga stjórn, ég veit ekkert hvernig, ég get valla sagt ykkur hvað er að gerast. Það bara krassaði, sem því bara það að þú veist, heilunar prósessið er ógeðslega langt og strangt, það er ógeðslega varlega í það og þetta er bara svona helst í hendur við allt, eins og bara svona allt það sem við erum að tala það er bara, passa upp að sjálfa þig og bara ábyrgðin er alltaf þín. Já, 100%. Þetta er, já, styrla. Þetta er einlega styrla, því ég var alltaf bara, þú veist, það er svo auðvelt að vera fórnarlamb, eða í fórnarlambsstöðuna, því að bara, hvernig gat hann gert þetta, skilur, hvernig átti þetta skilið, ég var bara, já, þú veist, en svo þegar ég fór til Söru og hún sagði bara, ok, þú veist, sjálfsábyrgð er eina sem þú þarft, er eina sem þú getur gert, taka ábyrgð öllum pörtum að sjálfum mér. Já. Þess að taka ábyrgð sjálfum okkur og tilfinningunum okkar og ákvarðanir sem við tökum til þess að rækta okkur, það getur verið bað, skera græmmit í þögn, skilur, pínulítið, þú munt benefita því. 100%. Það er svo, ég ángríns. Okkur eru alltaf langað að taka upp þátt sem heita bara svona rauðflögg. Þetta er bara að fá þig aftur. Myndir vilja. Oh my god, já. Það er bara, eins og segir, nú kemur rektorsnámið, þú veist. Nú get ég fara, miðla. Jú, algjörlega, þú veist, ég mun gera allt sem ég get til þess að aukna vitundavækninguna. Og rauðflöggin eru endalaus. Já, að ég veit við erum með mjög, þú veist, við erum með að vissuleiti erum við með ungan markhóp sem er að hlusta og unga krakka og ég hugsa að þú veist, ég hef alveg vilja
á yngri árum bara heyra það, svo þú veist, það er alveg samband sem ég hefði það sleppt bara. Já, hjálpi mér hvað það bjarga manni mikið þegar maður yngri. En þetta sem ég segi, við þurfum að passa ógeðslega mikið upp þeir, ég veit ekki hvort að þau séu okkar markafyrir, svona hækrakkar hlustuðu helgarspæði líka. Já, nei, alveg, en það er, mér finnst það að vera að því að þættin eru svona, þú veist bara svona að fara djúpt ofan í bara fólki sem þú fær í viðtalið og að taka svona topic fyrir. Já. En eins og þú veist þátturinn við Kristín Péturs og þannig að þú svona fær alveg bara niður í bara þú veist hvernig varstu sem unglingur og hvað varst að gera og mér finnst þetta líka bara svona þetta er svo rólegt, þú veist líka svo rólega rödd. Það guðmist ég alltaf ræðilegur snáttum sko. Nei, alltaf hinn ekki ekki sko. Nei, alls ekki en það er algjör heilun til að fara bara út í labbutúr með því í eyrunum sko. Það er það sko. Ég veist að hlustu einu svona. Jú, Vá, en líka svona ég held að þessi margir þættir sem er Röggu sem er sálfræðingur, þú veist, tökum fyrir meðvirkni, tökum fyrir svona alls konar hérna viðfangsefni sem að gæti verið góð fyrir unga krakka til þess að svona, já, bara svona fatta, já, byrju, ég þarf kannski ekki að gera þetta. Ég mér að læra bara svona að hugsa, skilur, fattur við bara að hlusta. Alltaf koma að hugsa með mér. Það er svo mikið sem að, þú veist, maður pælir ekki í, fattur við. Ég veit það, sem að maður er svona einhvern veginn bara, að því maður er bara í daglega rútínu, maður blokkar þetta bara. Algjörlega, að því að við eigum að vera þannig, skilur, þetta er bara, og þú veist, ég ætla ekki að fara dýpra, við erum búin að fara, en þú veist, við eigum að vera busy, þú veist, við eigum að fara í börnat, við eigum að vera þetta. Þú veist, það er semi-ógn að vakna. Það er svona ógn fyrir systemið, skilur við. En við ætlum ekki að fara til það. Guð minn góður. Þetta er meira bara svona, þú veist, bara við verðum, þú veist, að keyra sig út er ekki af því góða. Nei. Skilur við. Að taka rólega að segja nei og setja mörk, það er gott topic bæði. Það er það besta sem maður gerir í lífinu. Segja nei. Áður við endum, þá þú ert líka útlæðilega mikið svona stjörnumerkjagúrú. Já. Og þú, hvað sagðir að þú værir? Ég er tvíburi. Ég var það Messias Gemini og svo er ég sko líka vasperi og bóðamæður. Það er svona ég er bara flögrandi eins og okkur hálfviti sko. The struggle is real, guys. Já, en ertu, þú veist, veistu ekki eitthvað mikið stjörnumerki, bara öll stjörnumerkin eða ertu svona, veistu mest þig? Ég er dúlla sko, ég er bara svona dúlla en ég fer regla, þú veist, hérna Jara Giantara sem er bara, þú veist, hún er nord. Hún var í podcastinu mínu og þú sér það í augunum á henni. Hún er búin að vera á jörðinni í 1000 aldir. Hún kom í podcastið? Já, og hún er það eftir sko. Já, hún er búin að vera, þetta sem ég veit að hún var stjörnufræðingur í öllum hinlífunum. Wow. Hún er rosaleg. Þú þurfum að fá hana. Já, hún er ógeðslega vinsæl, hún bara vinnur við þetta bara að fara til fólks. Hún er rosaleg. Og hvað gerir hún sem stjörnufræðingur? Hún les náttúrulega kort og les í orku, hún veit nákvæmlega, hún segir bara flottustu hluti í heimi. Hún leiðbeinir til dæmis foreldrum og gagnvart börnum. Þú veist að það er svo oft sem að foreldrar bara svona, já, hún bara ógst mikið vesen á henni, þú veist, þá er hún bara með svari bara svona, nei, alls ekki, þú þarfst bara aðeins að gera svona eða leiðbeina þetta, hún sér í gegnum allt, you don't fuck with her. Skilju, hún er mögnuð, þess vegna varandi, þú getur sagt henni, þú veist, hvernig dóttirinni fætt, fengi upplýsingar, bara name it, hún hefur heldur bara verið að specialisa sig í að hjálpa til með bara svona erfiða krakka sem eru svo ekkert erfiðir. Það vantar eitthvað. Einhver taktík bara. Guidelines. Það er svona, hún er mögnuð, hún er svona minn gúrú og þess að streikja á Grittual sem helst í hendi við það. Það sem ég er að follow hana á Instagram, hún segir mér alltaf frá hvað er að gerast og þetta er allt fáránlega magnað. Elskar svona yfir náttúrulega eitthvað neginn svona. Ég líka þetta er búið að spá í, þetta er búið að vera, þú veist, í, 10.000 BC, skilur við. Við erum að tala bara, hvað heitir þessi gaur þetta? Steinaldamennir, hvað höfðu þeir? Þeir eld, stjörnunar og loftið. Þetta er þeirra leiðbeining, skilur við. Þetta er þeirra Google. Já. Þetta er þeirra Google. Crazy. Það er svona, þú veist, þetta er svo magnar, þetta er alltaf búin að vera frá okkur. Alltaf. Ég elska að hitta svona fólk sem að maður veit einhvern veginn, það er sumir sem kannski svona einmitt svona stjörnufræðingar eru miðlar eða eitthvað svona og maður svona, ég var alltaf smá stressi kring það fólk. Þetta er svona, þú veist eitthvað. Já, ég er svona, er hún að lesa lindamálum mitt? Sér maður, stendur það á enninu mínu, þú veist, stendur hérna bara eitthvað. Þetta er þetta magna, ég hef einu svona, ég var á landsráðið 2007 og veit ég hvað mér finnst það miðla, en hvað heitir þetta? Þetta er svona miðl.is held ég, mann ekki heitir, en hann saði allt sem ég er í dag.
2007. Vá. Já, og það nefnilega málið með miðla. Fyndi. Þeir segja kannski eitthvað við þig sem þú tengir ekki við strax og svo bara eftir kannski 10 ár þá bara, já, þetta það sem hún var að segja við mig hana tíma. Ég mani bara, oh my god, mamma, ég sko að vera að vinna í Reykjavík og kannski í sjónvarpi og eitthvað fannst þetta bara geðveikt, maður sem bara gothari, 16 ára gothari fór að segja þessu, skilju, og svo gleymi ég svo allt í einu bara svona, þegar svona... Hún manifestaði þetta inn í lífið þitt. Ég held það. Manifestaði gott topic líka, ég er bara verð hérna. Já. Bara hvað, there's a new member in the tea party. Það er bara indislegt, ég er bara með líður, ég er bara chill. Já, ég er bara chill. Næst fyrir við bara á Duck N' Rose og fáum okkur kampæn eða eitthvað. Já, smít. Já, og burrata. Ok, best í heimi. Það er góð orka frá okkur, Jésús. Ég held að það sé besta hrós sem að geti fengið er að fólk segja sem að góður. Takk, ég minnst bara að tala mikið, ég er búin að vera svona, þetta er bara svona safe space, þetta er very good energy. Thank you. Nei, sumulegis. Já, ándjóks, mér langar bara að segja þér allt sem er lífið, sko. Mér líka. Ég fara að lesa eins og þú sér, mér langar að segja þér alltaf því þú verður sálfræðingur minn, þetta er bara svona, maður fær bara svona... Sko, við erum að vinna í, við erum að gera skrifstofu upp á Seljavegi sem er bara svona alls konar, við kallum þetta bara space, sem er svo gamerinn, og við ætlum bara að hafa, þú veist, mér langar að gera til dæmis support group fyrir, þolendur andarsapildis, bara svo getur bara komið og einhver talar og svona dúlari. Svo langar mér þetta að sé bara eitthvað svona Reykjavík Ritual verður með jóga þarna það er svona, þú veist, þetta verður svona gott space við getum bara hist þar að fengja okkur te við komum með te já, nákvæmlega ámgætt, þetta er ógeðslega gott te ég hef aldrei séð þetta þetta er besta teið, sko Tea Pigs, licorice and peppermint holy shit hvað kaup mér þetta? Bara hagköp já, ok, gett bara til það, sko ég er tím jógi en þetta er bara ógeðslega gott Helgi takk, þúsund takk God, fyrir að koma og hérna, vonandi að sjá þau bara á live-sjóun okkar, ætti ég að koma þið ringi bara í mig ég er svona yes man sérstaklega fyrir ykkur við erum að fá Helgu já, bara ég komið og vera eitthvað að rífa kjátt já, please 19. október í Hörpunni nei! já oh my god, það er geðveikt ok, book it já, þetta er þriðdagur, þú getur ekki verið að gera eitthvað, sko nema bara pizza, þriðastirpa já ok, það er geðveist þannig að það er stemming til hamingju, þeir eru alltaf geggar það er svona bara, talandi manifest bara you're living in it við manifestum þetta, sko, fyrir ári wow. Ég man við kyrðum fram á Ísa svo heldur ekki maður live, svo við getum haft það í Hörpunni og svona bara, veist það kannski ekki í Hörpunni jú, í Hörpunni vá, það er geðveikt til hamingju takk ok, það er geðveikt sjáumst þar já, live show er búið Subway og B-Pro þannig að já takk fyrir sjáumst þar